Hvað segirðu Gugga, þetta var býsna góður, stór sigur og mikilvægur? Já, mjög mikilvægur, við erum að spila innbyrðis við Grindavík, þannig að það var fínt að fá stærri sigur heldur en eitthvað close leik, við erum bara mjög sáttum með það. Minkið fórustan og það er niður í 2 stig náið Haugum að stegum að þær tapa fyrir KR. Tapa fyrir KR? Það hljóma bara mjög vel fyrir okkur held ég. Ég er ekki alveg búin að skoða þetta lengur, en já, það hljóma bara mjög vel. Það er sem sagt 2 stig upp í 3. sæti, þeir eru innbyrðis frá því að vera í 4. sæti, þannig að og þessi 2 leikir í röð hér gegn Haugum og Grindavík, þannig að þið stimplið ykkur alveg inn í þessa baráttu úrslitakeppnina. Já, við ætlum okkur inn í þessu úrslitakeppni, þannig að við ætlum bara að vinna alla leiki sem er eftir og við bara byrjum á því móti Haugum. Og þessi leikur hérna, þessi yfirbyrði, það er væntanlega komið örlítið óvart að það var ekki meiri spenna? Nei, ég held bara að við höfum undirbúið okkur það vel fyrir leikinn, við ætlum, það var ekkert annað sem kom til greina, þannig að við bara gerum það sem við settum upp við að gera. Þannig að það er ekkert óvænt að þið séu að vinna hér býsna örugga sigur leikur sem búinn eftir 3 fjórðunga? Jú, samt, en þú veist, maður bara tekur því sem kemur og okkur gekk bara mjög vel og við heldum því áfram. Þannig að það er framför hjá okkur. Liðsheildin virkilega góð, sjálfsögðu Kaninn að spila Abergsvél, Kristrún áður hún meðist Ragna og þú sjálf sem ert valinn dómurusmaður leiksins fær hér hérna stórar pítsur og góðgæti verður að því, en þeir eru að leika ákaflega vel sem lið samt ef við lítum á þannig. Já, við bara, Fanny gæti ekki verið með okkur í dag, þannig að við vissum að við erum aðeins færri sem erum að spila og við bara þjöppum okkur vel saman og tókum þetta. Takk fyrir þetta Guðbjörg, verður það góðu.